eins og ég sagði síðustu viku, þetta á þriðjudaginn, þetta eins og við séum að horfa okkar leikrit. En ég, og það minnir svolítið á, ég var að segja, manst eftir þegar það var skítlegt bragð sem að Gísli Marteinn og Hanna Birna stóðu að þegar þau drógu Ólaf F. Sem var í veikindaleyfi. Ólafur F. var í veikindaleyfi. Hann var búin að glíma við bara erfiða, þú veist, ég held að það hafi verið þunglindi eða einhver svona andleg veikindi. Og hann þurfti á leyfinu að halda. Inn í stað hans kom næsta kona á lista Frjálslyndaflokksins sem var Margrét Sverrisdóttir. Og hún myndar stjórn með Reykjavíkur listanum, samfylkingu og vinstri grænum og eitthvað. Og þá fara sem sagt Gísli Marteinn og Hanna Birna á sjúkrabeðið hjá Ólaf F. þar sem hann lá veikur. Herðu, vilt þú ekki koma inn úr veikindaleifun eftir og mynda stjórn með okkur? Já, og hann alveg, ég nú að reyna að jafna með læknirinn segir að ég þurfi nú eiginlega að taka lengra. Já, nei, kottu bara og dríðuðu með okkur í pólitíkinu, við skulum gera það borgarstjóra. Já. Og hann kemur hérna inn og þá náttúrulega Margrét Sverrisdóttir út af því að hún var bara varaborgarfulltrúi fyrir hann. Og þau mynda þessa stjórn og samfélagið horfið bara á og byrju, hvað eru það að gera? Já. Draga fárveikan mannin fram og Gísli Marteinn og Hanna Birna þar aftan mynduðu þessa stjórn. Var ekki Björn Ingi að eitthvað líka? Já, svo stunguðu hann í bakið nokkrum mánuðum seinna. Herðu, Óli, drulla þér í burt, við ætlum að mynda stjórn með Björn Inga. Þetta var eitt besta skaup líka materiál þetta ár, sko. Þetta var hreint með ævintýralegum ólíkindum. Þetta var fyndið. Og Ólafur F. bara fýtt gaur, sko. Já, mjög fýtt. Ég hitt hann einu sinni á mjög almennilegur, þegar hann var borgarstjóri, bara mjög almennilegur, en þú veist, kannski ekki borgarstjóra materiál, sko. Já, ég sko, eitt sem að ég er ánægð með þetta, sko, það er að segja, Ólafur F. hann átti það alveg skilið eftir sína þrotlausu pólitík, 20 ár þar á undan, að hann fengi bara nafn sitt ritað á söguna sem borgarstjóri Reykjavíkur. Og að því leyti var það gott, en það var ekki það sem að Gísli Marteinn og Hanna Birna voru að hugsa. Þau voru að nota hann eins og útspýtt hundskinn og það er svona sorry, mér finnst það leiðilegt að segja það, en ég fæ svona smá svona tilfinningu þegar ég sé þær þrjár valkyrjurnar saman, sko, með hana Ingu Sæland, þannig að ég veit að eftir hlátur kemur grátur. Já. Og Inga Sæland glaðhlakkaleg og við erum valkyrjurnar. Svo þegar hún fær rýtningin í bakið í næstu viku, þegar Þorgerður og Kristrún segja, herðu, sorry, þetta bara gengur ekki upp, við erum búin að reyna, en hvað meinið, ég er búin að slá á öllum kröfum með það. Já, nei, það er ekki nóg, við verðum bara að mynda stjórn með öðrum. Já. Þá verður Inga alveg brjáluð og hún mun bæði gráta, öskra og Já, hún verður alveg trillt í stjórnaranstöðu þá. Það er alltaf eitt sem víst er, sko. Og það verður eins og Ólafur F. Hann hefur allar götur síðan verið að tala skítapakkið sem að stakka hann í bakið. Að það Inga Sæland mun vera þar. Þið þarna, Þorgerður og Kristrún, bakstungunöðrur. Ég mun aldrei gleyma því þegar þið stungum mig í bakið. Sko, líka máli, ef þau mynda ríkisstjórn, þá springur hún þessar þrjár. Ég gæði 1,5. Já, 1,5 max, sko. En þetta er að teiknast upp mikill Brutus harmleikur hér, þar sem að fólk mun vera stungið í bakið og grátur og gnístand hanna er handan við á hornið. En svona er þetta og það er spurning hvort það er, veistu, ég hreinlega, sko, ég veit, það er líka náttúrulega vilji hjá þeim að skrá sig á spjöld sögunar sem fyrsta ríkisstjórnin sem er mynduð af, sko, 3 kvenformunum. Þú veist, það er auðvitað ákveðið legacy og það er auðvitað þegar þær að tala sín á milli, heldur að það væri nú ekki glæsilegt ef okkur tækist að standa að því að vera fyrsta ríkisstjórnin sem er alfarið leidd af konum. Já. Og þannig að, þú veist, þær hugsa og það er líka, þær hugsa væri ekki frábært til okkur ef okkur tækist að mynda ríkisstjórn þar sem að sjálfstæðisflokkurinn er útilokaður. Það er svona ákveðið blæti hjá þessu fólki að vilja kenna sjálfstæðisflokknum allt sem illa fer og það sé sjálfstætt markmið í sjálfu sér að halda honum frá stjórn og geta montað sig að því að hafa verið fólki sem héldi sjálfstæðisflokknum utan stjórnar.
en það í sjálfu sér svo göfugt markmið, ég veit það ekki en ég veit að það eflaust einhver vilji þarna til þess að þetta gangi upp, en ég held að raunveruleikin eftir að banka upp á hjá þeim og leiða til þess að þessi niðursta ég á erfitt með að sjá, ég sammála Smára að þetta það ólíklegt að þetta takist.